Spurningaþáttur sjónvarpsins Hvað heldurðu næst á dagskrá. Reykvíkingar og akureyringar leiða saman hesta sína í Sjallanum á Akureyri. Staðina sem koma við sögu í spurningaþættinum í kvöld þarf ekki að kynna. Það eru höfuðpólarnir á sunnanverðu og norðanverðu landinu, Reykjavík og Akureyri. Þetta er auðvitað Reykjavík, það er sumarveðrátta á báðum stöðum, en leið okkar liggur til Akureyrar í Sjallan. En auðvitað rekumst við á nokkra akureyringa á leiðinni, hvað haldið þið? Að sjálfsögðu vinna akureyringar. Akureyri finnst þetta svona sjálfsagt? Þeir eru bestir. Mér finnst mjög gott að vera hérna, með auðvelt að rata og svona. Og hljótur að átta sig. Allt annað með Reykjavík og það er svo margar götur og allt á langt á milli og svona. Hvernig er annars eiga heima hérna? Mjög gott. Mjög gott. Ég myndi ekki vilja búa annars þar. Akureyringar vinna. Akkur heldur að þeir vinni? Já, ég treysti eins og vel. Það segir ekki svona myndarlega menn Akureyri? Já, það er sagt að akureyringar viti vel af sér og eru þið þannig? Blessaður góð, já, ég kann nú ekki við að taka lagi hérna, ég gæti það. Ekkert síður Kristján Jóhannsson? Ekki síður. Eru söngvara hérna í öðru hverju horni? Já, það má segja það. Og hæfileikamenn miklir? Miklir. Ég vona að akureyringar standi sér vel í þessu því að það ríður á miklu að halda uppi heiðri okkar í þessu einmitt sem öðru. Þarna fær maður sem á sýni svona rúndinum eitthvað fræga hérna. Jú. Hvernig heldur þú þá að fara í glímunni við Reykvíkinga í kvöld í spurningaþættinum? Það er nú ekki spurning. Það þarf ekki að ræða það. Auðvitað mölum við þá alveg. Ert þú sammála þessu? Já, sjálfsögðu. Já, og hvernig stendur þið svona alveg handvissir þetta? Við erum svo hressir. Eru akureyringar eitthvað svona ásvalar hressir? Yes. Já. Þið eru metnaðarfullir fyrir hönd ykkar bæjar? Já, við verðum að reyna að halda þetta litla sem við höfum. Það er ekki annað hægt. Já. En getið hugsað ykkur að Akureyri geti verið höfuðstaður Íslands? Já, það styttist óðum í það. Og það blaktir ekki hár á höfði hér á Akureyri og það er eins og venjulega. Fólk er komið svo snemma að það er allir komnir upp svo að það er ekki nokkur maður eftir hérna niðri þegar við göngum til leiks í keppni Reykvíkinga og Akureyringa hér í Sjallanum. Gott kvöld og velkomin í Sjallan. Það er með sanni hægt að segja að oft hefur verið fullt í Sjallanum en aldrei eins og núna. Og þá meina ég að fólki. En mér sýnist hér að vera alveg hreint upp alla veggi, má ég heyra það. Fólk á öllum hæðum. Nú við höfum enga vafninga heldur byrjum strax á að kynna þá sem hér koma fram og það er náttúrulega dómari vor, Baldur Hermannsson og Heiður Ósk Helgadóttir með stigagjöf. Og þá er best að fá að heyra hvað gestirnir heita og hvað þeir gera. Ég heiti Guðjón Friðriksson og vinn sem sagnfræðingur. Ragnheiður Erla Bjarnadóttir, guðfræðingur og líffræðingur. Illi Jökulsson, blaðamaður. Já, þetta eru gestirnir, Reykvíkingar og hér eru svo heimamenn. Sigurð Páll Viljámsson, vinn á skrifstofu. Ég heiti Guðlaug Hermannsdóttir og ég er framhaldsskólakennari. Og Ellingur Sigurðarsson og ég er kennari líka. Greinilega vinsælir kennarar hér á Akureyri. Hér er fullt af nemendum.
Nú eins og venjulega erum við með hagyrðinga, það besta að gesturinn kynni sín nú fyrst. Það þú, já. Ég heiti Flosi Ólafsson og ég skósmiður. Og heimamaðurinn? Já, ég heiti Stefán Viljámsson og ég ekki svona hagur eins og Flosi, ég matvælafræðingur. Jæja, Flosi, þú hefur nú áður verið hér á Akureyri og það er kannski rétt að heyra kannski svona í byrjun eitthvað frá þér. Eitthvað tíma listu nú eitthvað munn fara sem að er minnst að kosti umdeilanlegt. Ertu með eitthvað staðinn núna, eitthvað nýtt? Taktu allan tíma sem þú sagði. Er það? Já. Eitt finnst mér vera út í hött á þessum fagra stað. Það er það hvað brekkan er brött, blessaði lægiði það. Stefán, hefur þú eitthvað fram að vera? Já, ég var nú í pínullum vafa þegar ég var beðinn að vera hérna hagyrðingur og það var nú áður en ég vissi að Flosi yrði hérna. Ég hefði kannski verið ennþá hræddari ef ég hefði vitað að hann væri hér en það var nú kannski aðra það að ég var nýbúinn að hlusta á fjölmiðlagagnrýni á Rás 2 og svo ég hafði mínar efasemdir og var að hugsa þetta einhvern veginn svona að koma hér fram er varla vegur og vísast í menningar orðstýr grandi, þátturinn sagður er sveitalegur og síðhærði stjórnandinn óþólandi. Ég þakka þið fyrir. Þú sást það, þetta voru bakföll, það var engin bakföll í síðasta þetta. Sem fylgir þessu. Jæja. Eigum við ekki að fara að koma til alvörunar? Við verðum víst að gera það og það er búið að draga og það eru Reykvíkingar sem að dráust að byrja og það eru hraðspurningar, fyrri hálfleikur, 5 sekúndur, 3 sekúndur ef að hinir ná spurningunni og þá er bara að byrja. 1 stig á spurningu. Fyrsta spurning, hvaða brautryðjendastarf tók Sigrún Ögmundsdóttir að sér árið 1930? Og fyrsti þulur útvarpsins. Þetta er alveg hárrétt. Þá kemur önnur spurning. Hvað var það sem setti einhverjum svip á bæjarbraginn á Akureyri þann 19. desember 1901? 2, 3, 4. Jæja, Akureyringar, vitið þið það? 3, 2. Bruni. Það var bruni. Við gefum rétt fyrir þetta, það var stórbruni á Akureyri. Tekka fram að þetta er dálítið Reykjavík og Akureyri og þá alveg sitt á hvað. Þið fáið fleiri spurningar þar sem að víxlast svona á milli, Suður- og Norðurlands. Þá kemur þriðja spurning. Hver var það sem hljóp af öllu afli í 3 mínútur 59,4 sekúndur þar 7. maí 1954 og hlaut fyrir heimsfrægur? 4. Ekki náðist það, þið hafið 3 Akureyringar. 2. Ekki tókst það, það var talað draummíluna, það voru 4 mínútur, þetta var rétt fyrir innan. Roger Bannister var fyrstum manna til að hlaupa míluna hraðar heldur en 4 mínútur. Jæja, við höldum bara alveg áfram á rosalegum Bannister hraða. Og nú komum við að spurning sem tengist Reykjavík og Akureyri, leiðin á milli Reykjavík og Akureyri. Landleiðin er þjóðveg 1 og við spyrjum hvað er vatnsmesta áin sem að verður á vegimanns á leiðinni eftir þjóðvegi 1 frá Reykjavík til Akureyrar. Blanda. Blanda segir hún og það er ekki rétt. Hvað segir þið? 1, 2. Hvítá. Nei, nú er það í Borgarfjörði nefnilega. Svo þið náðu þessu hvorugt. Það eru Héraðsvötn. Já. Það ristaði höfuð alveg. Þú varst með Héraðsvötni, já, en hann fekk að ráða. Ég er frekari. Þú ert frekari, já. Jæja. Þarna slipur Reykvíkingar með skrekkinn. Já. En þetta er næstu í helmingsmunur á Héraðsvötnum og Blöndu. Skagfirðingar mjög hreyknir af því. Þá kemur 5. spurning.
Hvaða merka umferðarbót fann bandaríski lögregluþjónninn William L. Potts upp árið 1920? 2. Umferðarljósin. Umferðarljósin sér Illugi, það er alveg hárrétt. Þá kemur 7. spurning. Hver var það sem tók land á Gásum í Eyjafirði 7. september 1242 og taldi vissara að ríða sem skjótast suður heiðar? 3, 4. Þórður Kakali. Já, þú náðir í Guðjón. Það var Þórður Kakali Sigurðsson. En litlu munaði hjá þér maður. Þá kemur 7. spurning. Og hún er svona, hvar er flugvöllurinn í Kópavogi? 2, 3, 4. Vassenda. Það er ekki rétt. Þið eigið? Hann er engin. Jú, Sandskeið. Sandskeið segir hann og það er rétt. Nú, þetta er þess að var svolítið lúmsk, en þetta er í landi Kópavogs, Sandskeið, sko. Jú. Já, þeir hefði aldrei getað sagt sér það að Kópavogsbúarana eiga eitt flugvöll. Og þá kemur 8. spurning, í hvaða kirtli mannslíkamans eru hinar svonefndu Langerhans-eyjar? Brisi. Það er Brisi, segir hún, og það er alveg hárrétt, fór létt með það. Og 9. spurning er svona, hvað heitir hún og eftir hvern er hún erlenda skáldsaga sem hefst á orðunum? Seinustu dagana hefur mér ekki úr huganum farið sumarið á hálóga landi. 2, 3. Eftir Knut Hamsun. Hvað heitir sagan? Pan. Pan, það er rétt. Sá hann Pan eftir Hamsun? Já, Pan eftir Hamsun. Náði því. Jæja, þá kemur 10. spurning. Hvaða sérstakt heiti ber 29. ágúst samkvæmt íslenskri hefð? Höfudagur. Höfudagur, og það var alveg hárrétt. Jæja, Akureyringar, þetta er alveg titrandi spenna hérna. Þá er komið að ykkur. Og þá kemur núna samsvarandi spurningu á svo fyrsta sem Reykvíkingar fengu. Hvaða brautryðjendastarf vann ungfrú Halldóra Brím árið 1937? 2, 3, 4. Húsnærinskóla. Það náðist ekki, hvað sé þið? Hún talaði inn á ungfrú Klukku. Það er alveg hárrétt. Hún talaði inn á ungfrú Klukku. Þá kemur önnur spurning. Hvað var það sem engum setti svip á bæjarbraginn í Reykjavík þann 1. ágúst 1905? 2, 3, 4. Það náðist ekki, þið, 3 sekúndur. Bændur komið að mótmæla Símanum. Bændur komið að mótmæla Símanum, það er alveg hárrétt. Nú, þá komum við að einni spurning sem tengist landleiðinni milli Reykjavíkur og Akureyrar. Í þetta skipti spyrjum við það, hvað er hæsta fjall sem sést á leiðinni frá Reykjavík til Blönduós eftir þjóðvegi 1? Snæfellsjökull. 3. Snæfellsjökull. Það er ekki rétt, þið. 3. Bossúlur. Ekki heldur Bossúlur, þetta er Eiríksjökull og ber af. Ómar, 3. spurningin. Já, ég hljópaði með eina spurningu og þá kemur sú. Hvað hét sænski hlaupagammurinn sem var besti millivegalenda hlaupari heims á stríðsárunum en var að lokum dæmdur í ævilangt keppnisbann? Gundur Hegg. Gundur Hegg, alveg hárrétt. 5. spurning, hvaða áhald fann franski loftbelgjafarinn Jean-Pierre Blanchard upp árið 1785? Það er kúlurnar. Kúlurnar lofthæmdu. Nei, það er ekki rétt. Þið var 3 sekúndur. Körfuna. Nei, það var ekki körf, það var fallhífin. Ó. Það var hundur sem var fyrsti sem var stökk úti. Það var ekki fyrsti maðurinn. Það var fyrsti hundurinn. Jæja, það eru svolítið þungar, sumar. 7. spurning, hver var það sem keypti Viðey árið 1224, efndi það til klausturs og var vígður til Kanúka? 3, 4. 3 spurningar. Þorvaldur Gissurason í Hruna. Þorvaldur Gissurason, það er alveg hárrétt. Svo kemur 7. spurningin.
Í maímánuði 1983 birti íslenskur náttúrufræðingur ítarlega grein Kaupstað 1 á Íslandi sem hefur þá undarlegu sérstöðu að hans hvergi getið í skýrslum Sambands íslenskra sveitarfélaga né heldur á opinberum landabréfum. Hvar þessi kaupstaður nánar tiltekið? Sagnfræðingur. Náttúrufræðingur. Það búðir við Hvalfjörð? Það náðist ekki. Neskurstaður. Nei, hans hvergi getið hjá samtökum íslenskra sveitafélaga. Þetta kaupstaður huldufólks í Hallandsbjörgum hérna við Austan. En það lætur svo lítið yfir þessu huldufólki. Auk þess þetta ekki Akureyringar. Það var svolítið lúmskessi, já. Jæja, en þetta var nú dregið, hvor fengi þetta. 8. spurning, hvað heita hins 3 svonefndu heyrnarbein í miðeyranu? Hamar, Steðji og Ístað. Hamar, Steðji og Ístað, það alveg hárrétt. Það vísu haft eftir einum sveitsunga mínum að hann hafi svarað Hamarstöð og Naglbítur einu sinni. Já, það var líka eins gott fyrir því að svara þessu rétt í þetta þegar nemyndunir hefðu gert vínaði, sko, þú hefur ekki komið með það. Ég kenn ekki náttúrufræði. Þú kennir ekki náttúrufræði. Þér heimilt að vita stítið hana eins og undir. Já, það ágætt. 9. spurning, hvað heitir og eftir hvern hún erlenda skáldsagan sem hefst á orðunum Kallið mig Ísmael? 4. Þetta Moby Dick. Moby Dick segðu bæði. Eftir Herman Melville. Eftir Herman Melville, það var rétt líka. Þau tóku það. Æja, þá kemur 10. spurning, hvaða sérstakt heiti ber 11. maí samkvæmt íslenskri hefð? Lokadagur. Lokadagur, alveg hárrétt. Jæja, Heiður Ósk, hvernig standa nú leikar eftir þessa fyrstu hrótu? Já, heimamenn eru með 5 stig en Reykvíkingar með 10. Nó, ég sé að svipurinn misjafn á hagyrningu vorum, svo að það kemur kannski eitthvað. Ertu með eitthvað? Eða eru þið með eitthvað með þetta? Það er náttúrulega eins og alltaf vel. Ég held að svona með flosan við síðustu áinu, sko, að þegar maður ekki í eldlínunni þá náttúrulega veit maður eiginlega svörin, sko, en aftur ekki að maður í eldlínunni. Og sem ég held að þetta er svona, sko, hagyrðingar hugsa sitt, hendingarnar ríma, vel þó báðir viti hitt sem við hér að glíma. Ég eiginlega búinn að vera að hugsa það allan tíman frá því þú byrjaðir að þú ert hættur að taka bakföll. Og mér datt í hug hvort að það væri ekki kallað að vera afturhallatregur. Og þá myndi vísa verða svona: norðan fjalla ómar afturhallatregur, prúðan skalla skáldið ber en skelfing kallalegur. Nú til vara vil ég þér vísu snara segja, ætlar að svara ómar mér eða bara þegja? Já, þú ert að ljóða þarna á mig, ert þú ekki í þessum samtökum manna sem vilja lítinn háaða? Þú og Atli Heimir Sveinsson, af öllum mönnum. Já, ég að reyna að svara það. Þetta ég ekki fæst, né orðum þetta segi, fyrst að þið sem hafið hæst, heimtið að aðrir þegi. Jæja, ég var að láta þetta næ í bili. Já. Þeir eru alveg í það í skinninu, hagyrningarnir. En nú komið að hlaupa spurningunum. Myndspurningar. Myndspurningar fyrst, að vísu. Ég var fljótur að henda blaðinu, svona þetta. Það koma myndspurningar núna og það eru þá Reykvíkingar sem byrja, fótt tvískipta mynd. Skulum gefa góða þögn meðan að fólk að velta þessu fyrir sig bæði hér og heima.
mikið spekulerað og borið saman. Það ætlið ekki ská. Já, það Friðjón Þórðarsson, svo efri. Já. Sveinn Björnsson, neðri. Það ekki rétt, þessi neðri. Friðjón var réttur en hinn Þið kost á neðri partið það? Hver? Við giskum á Ólaf Jóhannesson sem neðri partinn. Nei, það heldur ekki rétt. Það Haraldur Ólafsson. Nú skulum við bara sjá þá hérna. Já, það var framsóknarmaður, það breytti ég ekki. Já. Þarna Friðjón. Og síðan kemur Haraldur. Já, en þá komið að ykkur Akureyringar að glíma við ykkar. Tvískiptu mynd. Og nú best að einbeita sig vel að þessu. Já. Það saman bækur sínar smá stund, cirka 5 sekundur. Og hvað haldið þið nú? Heldur það? Hvað heldur? Já, ég held að sé Svavar Gesson neðri parturinn. Já. Og, láttu að fara. Ég held að væri bæjarrítarinn okkar, hann Karl. Bæjarrítarinn ykkar, Karl, nei. Svavar var réttur en þá gengur. Svavar réttur, þá var hann neðri parturinn. Ragnar Arnalds. Ragnar Arnalds, það alveg rétt. Þarna sjáum við hann. Þarna Svavar. Og upp kemur Ragnar. Já, þetta getur verið snúið. Nú já, ég maður fá nýja stöðu. Heiður Ósk. Já, það munar nú ekki miklu síðan áðan. Reykvíkingar eru með 12 stig en Akureyringar 6. Nú þetta heldur bara áfram. En, nú, áhorfendur eru hættir að hinta greinilega að hér komum einhverja sviftingar og nú koma þær, það get ég lofað ykkur. Hérna bjalla fyrir framann. Já, látið þið vaða á mig sagt og nú menn eru sérstaklega búnir og þá kemur, þetta tengist nú dálítið okkar stöðum sem að hér að glíma. Akureyringar kalla oft bæinn sinn höfuðstað Norðurlands og það umhugsunarvert að fróðir menn hafa bent á að Reykjavík hefur eiginlega aldrei verið formlega útnefnd sem höfuðborg Íslands og að það ekki má vona stundum andi svona svolítið yfir heiðarnar. En hlauparspurningarnar lúta þessu sinni allar að atriðum sem einhvern hátt varða báða þessa höfuðstaði. Og þá byrjum við. Botninni suður í Borgarfirði var einu sinni sagt en við spyrjum fyrst mikil úðleg samtök sem standa föstum fótum hér á Akureyri en höfuðið suður í Reykjavík. Léttur var Illugi. Það bara sís og alveg hárrétt og heyrðin á mér að sjá skóna þína. Þú ert bara í íþróttaskóm. Hann munaði þessu sennilega, segir hann. Þú ert ekki á hlauparskóm? Nei, Illugi svindlaðilega. Ég bara á sparískónum. Þetta er sparískónum, já. Já, þú getur bara farið úr þeim og það verið perfektur, eins og sólabödd. Það kemur að því. Jæja. Þá kemur önnur spurning. Við spyrjum mann. Hann lærði sína lexíur við menntasetin í Reykjavík. Leið hans lá fyrst út í heim, en síðan norður heiðar, þar sem hann gætti bóka og bjóð til nokkra sjálfur. Davíð Stefánsson, sagði hann og það alveg hárrétt. Ég verð nú bara að segja það að eftir þessi hlaupa þá má Hrafnkell hlaupgoði fara að vara sig. Þarna fyrir austan. Jæja, Illugi. Kemur þriðja. Allt klárt. Þann frækna mann sem nú spurt má segja að hann leit dagsins ljós hér á Akureyri, hljóp af sér hornin í Reykjavík, forframaðis erlendis, eldist á Skagaströnd og tvíeldist á Akureyri. Nú. Sigfús Jónsson. Já, það bæjarstjóri, já. En hann búinn að fá mikinn keppinauta sem Illugi og þú. Þá kemur fjórða spurningin. Hún lítur að örnefni samkvæmt landnámu. Var það kunnugt í landnámi Ingólfs Arnarsonar og þetta sama örnefni, nánast alveg eins, það þýðir það sama, var líka kunnugt í landnámi Helga magra, en ekki annar staðar á landinu. Bæði þessi örnefni eru enn á sínum stað.
Á staðnum hérna fyrir norðan þekkjum við engar sögur, en staðnum fyrir sunnan tengist meir en lítið veldi hins myrka Mammons. Eiginlega varð Mammon að þoka ögn fyrir þessu merka kennileiti. Arnarhóll. Arnarhóll, alveg hárið. Þetta er alveg rétt, það þarf ekki orðleikið það, ekki orðið það meiri, svo við sögðum orðið. Já. Þá kemur síðasta hlaupaspurningin. Hún snýst konu eina fræga, fagra og aðlaðandi. Hún er hvorki fædd fyrir norðan, né sunnan. Eiginlega hvergi fædd. En í mars 1956 slóð þessi persóna í gegn. Vestur í New York. Í mars 1962 slóð þessi persóna í gegn suður í Reykjavík. Í október 1983 hérna norður á Akureyri. Hún var Julie Andrews í New York, Vala í Reykjavík og Ragnheiður á Akureyri. Þetta var Elsa Doolittle. Elsa Doolittle, alveg hárrétt, já, veitum hvað. En þetta er nú eitt af tæpasta sem ég séð, maður. Já, ekki langt sér og þetta gefið svo í. Þú gefið svona í sína Rás 2 daginn. Jæja, þá er hlaupsspurningunum lokið og hvernig er staðan nú, Heiður Ósk? Já, Akureyringar ætla að eiga erfitt uppdráttar í kvöld þrátt fyrir gífurleg fagnaðarlæti hér. Þeir eru með 9 stig en Reykvíkingar með 14. Já. Drógu þarna 1 stig á. Akureyringar drógu þarna 1 stig á. Nokkuð, nei, bíðum Akureyringar eða hvað? Já. Sko, þetta var nú svo merkilega hótaburður hérna hjá þeim. Já. Að mér hérna er að ég má til með að koma hérna að sko upp á halshendingunni minni. Já. Sem að ég er að safna mér í hver með vísum með þessari hendingu. Og helst eiga vísunar að ekki vera allt og innihaldsríkar heldur. En þá var það svona, og hendingin sem að við á, hún þekkist ábyggilega úr. Hún var svona 5-leg þykir fótament, frárra ungra sveina, einum kennt og öðrum bent ekkert því að leyna. Já. Þetta getur verið smá æfing fyrir Flosa í norrlenska framburðunum líka. Ég klikkaði bara aðeins á honum. Flosi, hvað segir þú? Pass bara í bíti. Mér finnst svo svo erfitt að yrkja svona í kvelli, einkanlega á öðrum stað en á heimavelli. Af því að þú varst nú að bauna með þarna áðan að út af aftur hallatregur. Já. Þá finnst mér nú kannski ekki, það er þetta náttúrulega heimfært upp á mig, en mér kemur nú kannski hitt kyni frekar í hug. Og þess vegna vildi ég eiginlega svara þessu svona: engin kona af öðrum ber, alltof kallaleg. Þó er verra ef hún er aftur hallatreg. Já. Af því að þú varst nú að tala um að maður ætti yrkja með norrlenskum framburði, þá er ein hérna. Þegar kampakátir menn koma og hampa gríni, í hláturs krampa kemst ég enn, með kátínu glampa á tríni. Nú, þá er komið að skemmtiatriðum hér, svona í hálfleik, það er hálfleikur eða leikhlé. Og við fáum þá fyrst söng, það er Þuríður Baldursdóttir sem syngur við undirleik Aðalheiðar Þorsteinsdóttur. Þær flytja lag og ljóð, auðvitað frá Akureyri. Lagið eftir Heiðdísi Norðfjörð, ljóðið eftir Kristján frá Djúpalæk, það er úr ævintýrunum Pílu pínu gjörðu þið svo vel. Hvar er líf
Og frá Reykjavík fáum við töframannin Ingo. Þessi töframaður ungur ára með hefur samt sem áður komið fram á alþjóðlegu töframannamóti í Svíþjóð og vakti atriði hans nokkra athygli þar. Töframaðurinn Ingo, gjörðu þið svo vel. Nú, gott kvöld, góðir landsmenn. Nú, ég ætla að sýna ykkur mína eigin útfærslu á einu elsta töfrabragði allra tíma. En það er hringjatriðið. En ég ger það sjálfsögðu ekki á eins og nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 stálhringi. Sem að sjálfsögðu smíðaðir af íslensku fagmönnum hér á Íslandi. En ég veit að öllu fólkinu hér í Sjallanum að minnsta kosti einn sem vil skoða, já, svo sem eitt hring. Bara 30 sekúndur. Ég ætla að biðja að skoða hringinn mjög vel og þannig að þú verður fullviss að það er ekkert á honum. Og ef það er í lagi með hann þá vil ég gjarna fá hann aftur tilbaka. Þakka þér fyrir og þá ætla ég að sýna ykkur hvað er hægt að gera við hringinn sem er í lagi með. Það er einfaldlega gert svona. Og ég ætla að reyna að vinna mér inn enn betra klapp og lána enn annan hring. Já, og kannski enn annan. Og ef það er í lagi með hann þarna, þá myndi ég gjarna vilja fá hann aftur tilbaka. Búin að fara í gegnum strangt gæðaeftirlit, það ekki? Flott. Og þá ætla ég, góði gestur, að sýna ykkur þetta einu sinni enn. Það er hreinlega bara ómar í þeim. En ég var ennþá 3 eftir. Nú, ég finn það greinilega hér í Sjallanum að það ríkir engin efi. En ef það ríkir hins vegar í landsmönnum sem að horfa á skjáinn ykkur efi, þá ætla ég að láta ykkur vita það að í heimi töfran er ekkert og alls ekkert ómögulegt.
Og fyrir virkilega gott klapp þá ætla ég að gefa ykkur svolítinn ekstra bónus. En einhvers staðar á ég nú 2, það ekki? Já, ég ætla að byrja að safna saman bara hægt. Og annars staðar á ég 3, það ekki? Því að það vita það hver einasti landsmaður að 3 + 3 gera. Og 6. Og bæði íslenskri sem enskri merkingu. En ég var ennþá 2 eftir, það ekki? Þarna einn. Já. Og þarna hinn. Og hann alveg dáleitur hérna. The Saint. En, góði landsmenn, ykkur heimspekingunum sagði nú einu sinni allt er allt. Þetta er mín frægasta heimspekingsetning. 6 + 2 gera 8! Já, við þökkum Ingo fyrir hringina mögnuðu. Nú er bara spurning hvort að þetta hefur ruglað eitthvað. Keppendur, eru þið nokkuð ruglað til þetta? Ekkert verri. Ekkert verri, segir hann. Hér koma nefnilega hraðspurningar. Seinni hálfleikurinn úr 2 stig á spurningu. Og það eru þingri, en þið fáið 10 sekúndur fyrir þá fyrstu. Þetta er svipað og var í síðasta þætti. Og við spyrjum, hvað áttu þessir menn sameiginlegt? Charles Dodson, Knut Pedersen, Jón Stefánsson, Guðmundur Magnússon. Og ég byrja að telja. Að þeir hafi allir verið rithöfundar og skrifa undir dulnefni. Þetta er alveg hárrétt eða undir öðru nafni. Það var Lewis Carroll, Knut Hamsun, Þorgils Gjallandi og Jón Trausti. Alveg rétt hjá okkur. Þá kemur önnur spurning. Þegar Marcel Duchamp hafði sett allt á annan endan í veröld málaralistarinnar árið 1913, sneri hann sér að allt annari listgrein. Hverri? 5 sekúndur fyrir þetta. 4. Ritstörf. Ekki var það rétt. Hann snýr sér skák. Hann snýr sér skák, það er rétt. Ég veit það. Þá kemur 3. spurning. Hvaða skáld lýsti því sem bar fyrir augum í helvíti með þessum orðum? Og klókir laga lallar með login réttar skjöl, þar engdust aura lausir á eyðilegri möl. 3, 4. Fyrsta höfuð yfir því. Þá voru 3 sekúndur hjá ykkur. Þorsteinn Erlingsson. Ekki Þorsteinn Erlingsson, bara aðeins að laga þetta til. Það var Þórbergur Þórðarson. Það var næsti bær. Þá kemur 4. spurning. Hver var hinn frægi forvígismaður fyrstu hnattsiglingarinnar sem var þó sjálfur drepinn á leiðinni? James Cook. Það er ekki rétt. Hnattsiglingarinn. Já, hnattsiglingarinnar sagði ég. Magellan. Magellan, það er rétt hjá henni. Þarna ruglaðist það. Þið voruð raun og verið með þetta, var það ekki? Já. Eða þannig. Eða þannig, sagði hann. Þá kemur 5. spurning. Hver var hinn nafntogaða tengdadóttir Raförtu Kjarvalsdóttur? Það var Þórunn Hyrna. Þórunn Hyrna. Við segjum að það sé rétt. Jæja, Reykvíkingar, þá er komið að ykkur. Og það eru 10 sekúndur. Og hvað eiga þessir forsetar sameiginlegt? Salvador Allende, Abraham Lincoln, John Quincy Adams, Vigdís Finnbogadóttir. Byrja að telja.
Komist ekki að með 50% atkvæða. Alveg rétt, að Guðjón hefur öll með minni 50% atkvæða þegar þeir voru kjörin. Já. Það er rétt. Þá kemur önnur spurning. Samuel F.B. Morse olli byltingu í fjarskiptum. Hann var líka kennar við háskólan í New York. Hvaða námsgrein kendi hann þar? Gretta þessu ógulega. Þetta er þátturinn að semma Gunn, elskuðna mínir. Og það kemur Bókmenntir? Nei, það er ekki rétt. Og þið eigið þá 3 sekundur. Prófum heimspeki bara? Prófum heimspeki? Nei, það var myndlist. Það var mjög snjallt málari nefnilega. Þá kemur 3. spurning. Hvaða skáld orti sonnettu þingvelli sem endar á þessum orðum? Nú heyri ég minnar þjóðar 1000 ár sem þitt í laufi á sumar kvöldi hljóðu. Jakob Smári. Jakob Jóhann Smári, það er rétt hjá henni. 4. spurning. Hvaða frægur landkönnuður sigldi fyrstur frá Evrópu til Indlands? Vasco da Gama. Vasco da Gama segir hún og það er líka rétt hjá henni. Og þá spyrjum við 5. spurning og síðasta í þessum kafla. Hvern fann Ingólfur Arnarsson austur við Þingvallavatn? 3, 4. Vífill. Það var ekki Vífill. Það var Karl í Þrælland sem strauk frá honum meðan bótt. Já, ég vissi að þið myndu vita þetta Akureyringar því að hann vildi heldur hætta lífi sínu en að vera í Reykjavík. Jæja, Heiður Ósk, hvernig standa leika núna? Þeir standa ekki nógu vel fyrir Akureyringa. Þeir eru með 15 stig, Reykvíkinga 24. Það er nefnilega það. En nú er líka eftir spurninga flota sem að getur skipt algjörlega sköpum. Eru þið með eitthvað þarna, Hagningar? Já, við erum nú með ýmislegt náttúrulega, sko. Já. Þetta gengur heldur illa hjá okkur núna. En ekki hjá ykkur, Hagningur? Nei, þetta gengur ágætlega hjá okkur, og hérna, ég veit það eitt til dæmis sem að Flósi trúði mig fyrir að hann setti buxurnar sínar í hreinsun hérna á Akureyri í dag. Og mér finnst þetta merkileg svona byggðastefna að sækja þessa þjónustu til Akureyrar og það var náttúrulega líka mjög heppnislegt fyrir Flosa og kannski áhorfendur að hann skildi fá þær aftur fyrir 6. En svo mér datt þetta í hug og tengist nú því að hér gengur nú ekki vel fyrir Akureyringa. Ég er orðinn grár á grön, gríðar margt að hugsum, þó að fari flest á skjön er Flosi í hreinum buxum. Við ortum eina saman á þann. Nei, var það? Já, á meðan að þið voruð að giska. Við ætlar ekki að koma með hana. Já, látt hana. Ok, þú ert hvað sem er alltaf í fjölmiðlunum, sko. Já. Já, hún er dýr þessi. Hún er alltaf því aldýr, en það lögðum við báðir saman. Aldýr. Hún er svona. Ómar hlær og hárið grær. Höndum slær á læri. Ég hélt hann væri orðin ær. Óðsmanns snæri bæri. En þegar þau voru þarna með andlitin á þann, þá vorum við að krunka saman hver þetta væri. Já. Og þá var þetta svona, sjáðu, hann er alveg eins og einhver, þú hefur séð hann, heyrðu, þetta er hún Þórunn Sveins, ég þekki hann að neðan. Ég skal segja ykkur það. Já, nú verðum við að halda ára við alvörin, held ég. Nú koma bjölluspurningar. Það er að íta á bjölluna og nú er allt sjóðandi hérna, spennan í algleymi. Það er nefnilega geta farið 5 stig í hvora áttina sem er. Og kemur ég er, allt saman. Ég kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1935 og fekk þegar byr undir báða vængi. Ég hef víða farið og komið við í flestum ef ekki öllum löndum heims. Nokkura ára skeið átti ég samsvörun í sovjesku faratæki sem hét IL-2. Þótt ég sé löngu orðin úrelt að þá er ég enn á ferli á sumrin á Íslandi. Já. Douglas DC-3 Kristur alveg rétt. Og þið fenguð 3 stig, fenguð þrist fyrir þetta. Já.
Nú, og ég átti eftir að telja allt upp þarna með DC-3 sem hefur meira segja einu sinni var hún olíulaus í stríðinu og þá gekk hún fyrir kókosnetuolíu í Asíu og hvað. Þetta hefur nú átt að vera sexasamt. Já, við höfum hana bara næst. Annars held ég að hún sæti í hliðina þér, jæja. Þú sætti bara eða? Nei. Þegar alláttið lakka ekkert eftir að Flosi reiða vaðið að það var. Þá kemur önnur spurning og alvaran er komin aftur. Ég var einnig faratæki að vísu nokkru eldri en DC-3 og sínu hægengari. Höfuðsmiður minn hét Þorbergur. Af áhöfn minni skildi engin maður vera eldri en 60 eða yngri en 20, en út af þessari reglu var þó brugðið hvað einn mann varðaði. Bróðir Gunnars af Hlíðarenda, hann Ormur Skógarnef, var í krappanúmi. Einnig má nefna Einar Þambarskelfi sem var aðeins 18 vetra, Úlf hinn Rauða, Þorstein Uxafót, Kolbjörn... Ormurinn Langi. Ormurinn Langi, það er alveg rétt. Þarna munaði alveg hársbreytt, þau voru alveg komið hérna í báðum einn. Þetta voru 2 stig sem þið fengur fyrir þetta. Þeir eru búin að hafa ykkur 5 stig núna á 2 spurningum. Jæja, nú fer þetta að vera spennandi. Allir þekkja ævintýrið Hans og Gretu. Reyndar hét faðir minn Hans og móðir mín Margrét. Líf mitt tók nýja stefnu þegar ég var fyrir eldingum 20-aldur og strengdi þess heit... Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, það er ekki rétt og nú... Martin Luther segir hún það rétt. Spennan komin í algleyming, þá voru 4 stig sem við náðum með þessu. Ég var lítið að stigatöfla 24 hjá Akureyringum og hjá Reykjavík 24. Tvær spurningar eftir, allt getur gerst. Ég er alveg sérstakt líffæri, sundur sneitt og vandlega ljósmyndað. Góðfýsi og góðlátleg kímni þóttu einkenna mig og þessi skarplega hugsun er eftir mér höfð. Guð er slingur en alls ekki slæmur. Ég var varðveittur til þess að gagnast vísindunum en ekki fara sögur af því að sú hafi orðið raunin. Ég fór að láta til mín taka laust eftir aldamótin síðustu. Og það er ekki ofsagt að hugsun mín smaug... Heili Einsteins. Heili Einsteins er illi og það er alveg hárrétt. Já, nú eru Akureyringar heldur betur að taka við sér að uppi. Þið eru á útivelli greinilega. En það var komið það langt fram í þetta að það var 1 stig sem þið fengu fyrir þetta. Þá alveg létt. Er engin Reykvíkingur það? Jæja, sko. Ég segi nú bara eins og Jón bóndi þegar kom til himnaríkis í Gunnarliðinu og frétta Danir væru þar og eru þeir nú hérna líka. Nú. Stigin standa á þannig að Reykvíkingar eru með 25 og Akureyringar 24, það er 1 spurningar eftir. Það er 1 spurning eftir. Og þá byrjum við og nú fáum við dramatíska þögn í salinn. Langt er liðið síðan ég gekk hér garða en mynd mín lifir þó enn í ágætri skáldsögu. Þar er mér lýst á þessa leið. Svört vaðmálsdagspeisa með uppslögum og börmum úr flaueli féll þétt að fagur sköpuðum örmum og þrýstnum ból. Af nokkrum strám sem loddu við skó mína mátti sjá að ég kom úr heilhlöðu rétt eins og karlmaður sá sem dapurleg forlög leiddu til fundar við mig. Það sannaðist á mér að sitt hvað er gæfa og gjörfuleiki. Ég bar beinin í Reykjavík og það hefur leikið grunur
Steinunn Sveinsdóttir. Steinunn Sveinsdóttir, það er alveg hárrétt. Þetta var æsispennandi. Góðir. Þarna las ég á kafla, töluvert langa kafla á Svartfugli eftir Gunnar Gunnarsson, lýsingu á Steinunni. Nú, en sem sagt, Heiður Ósk, það voru 2 stig fyrir þetta og úrslitin. Já, formlegu úrslit eru það þau að Reykvíkingar sigruðu með 3 stigum, 27 stig gegn 24 hjá Akureyringum. Jæja, góðu gestir, það var mjög góð frammistaða hjá báðunni, það er óhætt að segja það og geysilega spennandi og það Sigurður gat farið á hvorn megin sem far þarna í restina, en hagyrðingar vorir eru nú orðnir áðamála eða hvað? Hlusta vel eftir því. Bara svona örlítið í lokin, sko. Já. Þetta fór nú svona eins og það fór, við því ég náttúrulega ekkert að segja, sko. Nema kannski þetta, harða keppni háðu menn með hugvits geiri. Vægir sá með vitið meira, ég varla þarf að segja fleira. Líklega eru gáfur gull og gott að vera fróður en að sitja og yrkja bull eigur vart minn hróður. Nú það hefur verið dálítið skemmtilegu titringur hérna í salnum, sérstaklega vegna þess að 3 gestir að sunnan hafa nú verið orðaði við það að hafa látið sínum munn fara svona ummæli sem eru umdeild í dreifbýlinu, Flosi og Baldur og Illugi. Svo það má kannski segja eitthvað það á þessa leið. Dreifbýlis fólkinu dillað er nú, dátt og það langar að knosa, óvinni þess númer 1, 2 og 3, Illuga, Baldur og Flosa. Má ég blanda mér í þennan hóp? Já, ég átti eftir hins vegar að koma með seinnipartinn af þessu. Nú? Svo metir þetta alveg rétt. En heiðursmenn þessa nú hræðast menn ei. Hættir að fussa og sveia. Því þetta eru mestu meinleysis grey sem meina ekki það sem ég segja. Já, svona til þess að menn kveðji nú ekki bara með púið í eyrunum, þá ætlaði ég að kveðja með þessu. Halda skulum hýra á braut, en hvorki vera sárun ég bitur. Hún var erfið þessi þraut, en þau voru bara allt og vitur. Nó, þetta bara orðið svona. Ég hefði aðeins að bæta fyrir mig að áður en við lögðum að stað að þá klampraði ég saman smá erindi sem ég ætlaði nú ekki að hafa í háum ef við töpuðum, en nú töpuðum við ekki. Og það er svona, það kannski vita margir að við Illugi tókum hérna þátt í spurningageturinn sem heit Meistarinn. Meistarar eru mikið lið, muni þola töfn ég bið, enginn verða gefin gríð, í gríðarslagnum sigrum við. Það er ekki það. Og það er verðlaunaafhending að hefðbundnum sið með nóga konfekti og akureyringar, þið fáið stærri pakkana. Þetta var glæsileg frammistaða hjá ykkur, en þetta munaði samt því sem að hlýtur alltaf að muna í enda á hverju keppni. Þakka nú kærlega fyrir og þá er komið að afhenda sigurlaunin og það eru Reykvíkingar sem væntanlega munum mæta sigurvegurum úr keppni hinna 2 stóru kaupstaðana, Kópavogs og Hafnarfjarðar. En næst, til hamingju með þetta, næst þáttur verður hins vegar á Selfossi og þá munu eigast við Rangæingar og Árnesingar. Ég þakka ykkur innilega fyrir stórkostlega stemningu hér í Sjallanum í kvöld og ykkur sem á horfðuð og öllu sem gerðu þennan þátt mögulegan. Verið þið sæl. Þetta var rosalega. Þetta var svipnað, sko. Já, þegar ég var að gá og ljósi á þeim, þá voru þið alveg... Sko, í raun og veru, þegar við lítum við, þá voru þetta bara...